Hæ, Kristinn heiti ég. Herri, nú fjalla ég tíundakafla í innganga félagsvísindum. Það er kynþættir og kynþáttafordómar. Verða að bersa hugtökum því bara íta á pásu og lesa þess að þið þurfið. En þú veist, þetta náttúrulega kemur ekki til staðinn fyrir bókina, sko. Og þetta bara aðeins smá svona kynning á kaflanum. Vídeóin fjallaði orsakir fordóma, tegundir fordóma og birting fordóma í samfélaginu. Og svo sko það sem svolítið alvarlegra líka þegar sko kynþáttafordóma eru faldir sem vísindi sko. Við höfum ákveðna svona andlegar takmarkanir, það þessi hugrænin nýskubókin, við erum á heilin reyna alltaf að spara orku við að greina skilur og eitthvað svona, þannig að fera svona á autopilot eins og hann getur sko. Svo hefur við innhópsbjögun að mér heilin reyna að passa upp á mig, þú veist, og þá vill hann mér líði vel og já við sjálfsöryggi og eitthvað svona, það er rosalega mikilvægt fyrir manni einhvern veginn. Og þá einlega því að þeir sem að mér finnst vera líki mér, það ef þau eru rosalega góð og ég líku þeim, þá lítur það því að ég sé rosalega góður. Og þá minn hópur eitthvað sem að ég tilheyri, sem að ég fer að gefa alls konar eiginleika og þá náttúrulega þurfi eitthvað sem að einhvern úthóp út í þú veist, ef allir eru góðir þá er enginn góður, þannig að ég þarf að finna einhvern sem að ég segja sé ekki góður til þess að minn hópur sé góður til þess að það skilur mig. Þetta byrjar náttúrulega rosalega snemma hjá börnunum að þú veist, leið og það fara að útskýra fyrir börnunum sko, bara já, þetta eru strákar og þetta eru stelpur og þá eru þeir bara já, herðu, ok, þannig að innhópurinn strákar, ok, það er minn hópur, ok, og þá á ég þó ekki að vera illa við stelpurnar, skilur mig. En svo önnur náttúrulega, þú veist, staðalmyndir sem allir þekkja á þetta, sem þá, þú veist, svona einfaldir flokkar til að lýsa stærri hóp, þú veist, þú veist, hvítir kunningja dansa, afrískir kunningja synda og asískir góður í starfs, þú veist, eitthvað svona, þú veist, svona alhæfingar eitthvað byggt á, ég veit ekki almennilega hverju, sko. Það til dæmis svona jákvæða mismunun, það að gefa einhverjum, skilur, jákvæða eiginleika sem að byggður á fordómum. Þetta eins og ef að einmaður litlu frængu minnar, ég myndi gera ráð fyrir að hann væri ógeðslega góður í körfubolta, því hann þú veist, svartur, sko. Þú veist, af afrískum uppruna. Það ég hef aldrei rætt við hann körfubolta. Ég hef aldrei séð hann í körfubolta, þannig að ég veit ekki hvort hann geti eitthvað í körfubolta. en skilur, það var dæmið svona jákvæða mismunum, ef ég var að gera ráð fyrir bara, hann verður með mér í liði, hann dökkur. Allan. Fordómar rosalega basic, þeir, þú veist, við erum tortrygging gagnvart því sem við þekkjum ekki, skilur, þannig að við verum þá svona fyrirframgefnar neikvæðar hugmyndir, þú veist, og það er mjög eðlilegt að það byrji, eða þú veist, þess vegna þarf mann að vera svolítið svona á tánum yfir eigin fordómum, skilur. En þetta er svo 3 ára sonur minn, hann það var í daginn og var ég að spæla egg og ég já, viltu ekki fá spælt egg? Hann bara, nei, mér finnst þetta vont. Og bara, þú hefur ekki smakað þetta. Já, nei, en mér finnst þetta samt vont. Bara, hvernig veistu hvernig þetta er að bragða, þú hefur ekki smakað þetta? Bara, þetta er ógeðslegt. Mér finnst þetta vont. Og svo
aðeins síðar þá fékkst hann til að smaka spælt egg og hún fannst það rosalega gott og ég þurfti að fara að spæla annað egg handunum og núna hætti hann ekki að tuða spælt egg, skilur. Þannig að það ógeðslega basic bara, 30 ára, bara svona verða fordómar. Það bara ótrúlega easy, sko. En svo má samt ekki rugla, sko, fordómum við fáfræði og við munum að passa okkur að vera ekki, sko, ofur viðkvæm, þú veist, það tilhneigingt til þess að fólk verður svo, stressað yfir því möguleikum að þú veist, að segja eitthvað rangt eða misskilja eða þú veist eða sýna fram á eitthvað svona fáfræði og það bara segir ekki neitt og þú veist þá fer það frekar að panika bara fyrir framan fólk sem eitthvað öðruvísi sem vekur einhvern ótta, skilur, og ég meina það ekkert sniðugt heldur. Ég meina ég reynir sjálfur persónulega að vera eins fordómalaus og hægt skilur, en ég segi alltaf á og til einhverja vitleysu eða þú veist, misskilja eitthvað menningarlega tengt eða eitthvað varandi eiginleika einhver sem að, þú veist, maður kannski of hjálpa einhverjum fötluðum eða, þú skilur mig, það alltaf einhver svona óvart einhver svona klúður og þú ætlar að vera næs en enda með því að vera ég reynir bara svolítið svona verri eða þú veist svona en þannig að við verðum að hafa einhvers konar svona svigrúm þar sem þú getur verið að þér leifir svolítið klúður svo lengi sem þú veist sem þú ert að vinna í að bæta upp, sko. Og þetta svo náttúrulega til alls konar annars svona hversdags kynþáttafordómar sem að væntanlega þú veist, leggjast saman og aukast, þannig að þú veist, þó að það sé eitthvað svigrúm til þess að vera með fáfræði eða segja ranga hluti eða eitthvað svona, það á maður náttúrulega að vera að vinna í því að reyna að uppræta þá fáfræði, skilur. Það bara gengur misrætt hjá fólki, skilur. En það líka sem talaði um þess að árásargirni, sko. Þú veist, ef þú ert öðruvísi, þú veist, eitthvað, þú veist, en svona meginstraumar í samfélaginu, þú veist, öðruvísi á litin eða, þú veist, öðruvísi í útliti og það náttúrulega algengastu fordómar, sko. Það þess vegna sem að kynþáttafordómar eru einn stærsti flokkur fordóma út í að hjá mannskepninu þá dæma augun fyrst, skilur. Við förum ekki eftir lykt eða heyrn eða eitthvað sem í fyrsta dómunum eins og hundar eða eitthvað. Hundurum vantilega fer eftir nefinu fyrst og svo eftir öðru, skilur. En við dæmum eftir augunum. Allara. En þannig að ef þú ert öðruvísi og þá ertu vantilega svona, þú veist, í samfélagi sem allir eru á einhvern ákveðin hátt sem ekki þinn háttur, skilur, ef ég dökkur í samfélagi ljósra, skilur, og þá vantilega alltaf verið að, þú veist, þá alltaf verið að láta mig líða eins og ég sé öðruvísi, þú veist, þannig að, þú veist, ég fæ aldrei að gleyma að ég sé dökkur, nú ég ekki dökkur, en ég veit það verið svona, þú veist, það hlýtur á óþægileg tilfinning að þurfa að vera alltaf bara stöðugt í öllum samskiptinum þá ertu myndur á að þú sért öðruvísi, eða skilur við. Það lítur á óþægilegt og það þessi árásargirni sem verður að kvart yfir, sko. Allana, en eins og sé, það til alls konar fordómar og svo, þú veist, oft eru svona svolítið saklausi fordómar þótt að þau verið pirrandi þeir safnast saman og svona. En svo verður þetta svolítið, sko, tekur þetta svolítið alvarlegri myndir þegar stofnanir og hópar eða samtök fara svona að leggja sig fram við að birta einhverja hópa sem verri, sem einhver svona agenda að vekja hræðslu, sko. Það til dæmis, þú veist, fyrst kynþáttamörkun, það var svolítið ljótt dæmi á Íslandi fyrir fáeinum ári síðan, þar sem 2 unglingspiltar voru að labba Keflavík eitthvað, ljósa hátíð eða eitthvað, 2 vinir labbandi saman, íslenski strákar, kemur löggan sem erlend og hún stoppar á og fer að leita á dökka stráknum en ekki á ljósa stráknum. 2 saman
leita á öðrum og bara þeim sem döggar. Það bara gæti ekki verið augljósari kynþátta mörkun heldur en þarna, sko. Svo ákveðin svona stofnanabundin mismunun. Ég man að það var kona sem var leigursali minn þegar ég var yngri, sem að vann við, var verkefnastjóri í háskólanum, og hún var að segja að við tökum ekki við neinum umsögnum frá frá Nígeríu, og það bara svindlarar þar. Þú veist, má það bara? Þá bara, við höfum ekki tíma til þess að fara við þetta allt, það svo mikið að svindla, við bara tökum ekki neitt. Þú veist, það stofnanabundi mismun. Það til fleiri líka, þú veist, það eins og þegar á Íslandi svolítið sérkjærlega leið til að fá dvalarleyfi á Íslandi, annað en túristi, sko. Að ef þú kemur til Íslands og þú vilt búa hérna, og þá bara, þá þarf það að hafa kennitölu, og þú vilt fá kennitölu, þá þarf það að hafa eitthvað atvinnu. Þá ferðu að leita í atvinnu, og hvað allar að sækja atvinnu? Hvað að fyrsta sem spurt þú veist, á umsókninni? Kennitala. Þannig að þú færð ekki kennitölu fyrir þú komið atvinnu, og færð ekki atvinnu fyrir þú komið kennitölu. Það svona svolítið catch-22, sko. Það vera á stofnunin að reyna að tryggja það að enginn getur bara mættingað og búið hérna án þess að sé einhver á Íslandi sem alveg tilbúin með vinnu, bara já, ég vil fá þennan, ég með vinnu handánum, þetta vinnu minn, sko, það leyfum honum að vera. Allan, en svo sko, þetta orðið öllu alvarlega þegar við komum út í svona, þú veist, þessa svona fasista bylgjur sem eru núna, þú veist, að reyna að berjast gegn öllum fjölbreytni og fjölmenningu og svona, þú veist, og það svo sem ekkert nýtt, sko. Þessi mannkynbótastefna hefur til í mörg hundruð ár, síðan skilur á þú veist, 16. öld þegar hún byrjar að flytja á milli heimsálfa og skipum, skilur við. En það er alltaf verið að reyna að tala þú veist, mannfólki sem einhver svona mjög ólíkar tegundi með mjög ólíka getu og svona. Og það er þú veist, þá var alltaf áherslan á útliti, en útliti svo svakalega lítið hluti af erfðamenginu okkar, það skiptir svo litlu máli. Og þá allan farið í svona pseudovísindi og allt svona, þú veist, eins og The Bell Curve, það var bók sem var gefin út bara af, sem var styrt af Pioneer Fund, sem svona hvítir rasistar í Bandaríkjunum. Og það fullt af öflum í dag sem að reyna svona fela fasisma og, þú veist, rasisma sem einhvers konar svona vísindaleg svona hlutlaus nálgun á mannskepnuna sem dýr, sko. En það er klárlega rangt, og veist, það eitt af þessu, það tengist þess að þurfum við bara að læra fjölmiðlafræði líka til þess að reyna að fara að æfa sig í að grísja út vitleysuna, sko. Það svona, þú veist, það bara svona mikilvægt að svona almenn gagnrýnin hugsun sé til staðar og sé í þjálfun til þess að forðast að falla fyrir svona. Ég get ímyndað mér ef að ég veit ekki eitthvað, þá hljómar The Bell Curve mjög bara vísindalegt, sko. En svo þegar maður veit eitthvað, þá áttum maður að þetta kjaftaði, sko. Allar, ég hef ekki meiri tíma í dag, við sjáumst í næsta kafla.